Við ætlum að skoða núna hvernig við stikum skurðferil tveggja yfirborða og ég ætla að stika hérna í þessu dæmi ferlinn sem fæst þegar sívalingurinn x jöðru pluss y jöðru eftir 1 sker planið x pluss y pluss z eftir 1. Nú í fyrsta lagi þá eigum við að þekkja jöfnu plans ax pluss by pluss cz er eftir 1. Þetta er sem sagt allir punktar sem uppfylla þessa jöfnu. Það er plan sem myndast hérna þegar við söfnum allir þeim punktum saman. Og hérna við þurfum að þekkja líka jöfnu sívalnings og við getum hugsað þegar við erum að reyna að sjá fyrir okkur hvernig svona yfirborð eru. Hugsaði ef að z er 0, þá erum við hérna með hring með radius 1 og miði 0,0. En séðu, z er 2, þá erum við líka með sama hring. Alveg sem hvað z er, þá erum við alltaf með þennan hérna hring. Við erum með sívalning. Við erum með öðrum orðum með sívalning ef við teikna hérna x-planið og ég myndi ykkur að setja hana á sinn stefni beint út úr skjánum á ykkur. Þá erum við með sívalning sem er svona með miðju eftir z-ásnum og radius 1 hérna. Og við ætlum að sjá sér hvernig þessi tvö yfirborð skerast. Skulum pröfa að teikna þetta upp í MATLAB. Byrjum á að teikna bara hérna sívalningin okkar. Hann kemur hér. Við teiknaði hann í sívalningsnetum, við höfum eftir að skoða það betur seinna, hvernig maður gerir það. Og svo teiknaði ég planið mitt inn. Svo það kemur hana. Og svo við ætlum að stika ferilinn, gefa jöfnu fyrir ferlinum, sem er það sem þessi tveir mætast. Og það er frekar einfalt akkurat í þessu tilfelli. Vegna þess að, já, nú erum við búin að sjá nokkuð sinni hvernig maður stikar hring. Og það gerir maður með að setja x eftir kósinus af t og y eftir sínus af t. Og ef maður vil fara heilan hring, þá letur maður t bara vera á bilinu 0 til 2pi. Og sjáðu, ef ég let x vera kósinus t og y vera sín af t, þá sé ég að þessi hérna jafna er uppfyllt. Nú, þá, ég sé það bara vegna þess að ef ég er með x jöðru pluss y jöðru, það er eins og að segja kós jöðru pluss sín jöðru. Og það er 1, þá segja það x jöðru pluss y jöðru eftir 1, líka þegar x og y er þetta. Við þekkjum þetta líka úr einingarhringnum þegar við erum að vinna með tvinntölunar. Þá þarf ég bara að passa mig að planið, jafna plansins hérna sé uppfyllt. Og þá segir ég bara, ok, z er 1 mínus x mínus y og ég er búin að ákveða hvernig láta x og y vera. Þannig að z bara vera 1 mínus kós af t mínus sín af t. Og svo hérna er komið stika jöfnu fyrir þessum ferli. Sem sagt, leið til að lýsa því hvernig ég geti teiknað þennan ferl. Lýsa ferlinum. T er á bilinu 0 til 2pi og við erum með ferli er í þriðja og stikunin er kós af t, sín af t og 1 mínus kós af t mínus sín af t. Og svo ef við bætum því við inn á myndin okkar, það er akkurat það sem stendur hérna, kós, sín og 1 mínus kós mínus sín. Ég bæti þessi við og við skoðum myndin okkar aftur. Þá bættum við með svörtu, það er svört lína hérna akkurat það sem þeir skerast. Þannig erum við komið með stikajöfnu fyrir skurðferli þessi tveggja yfirborða. Við skulum pröfa eitt annað dæmi. Nú ætlum við að stika skurðferlin sem fæst þegar hálf kúlan setja eftir rótin af 1 mínus x jöðru mínus y jöðru sker planið x pluss y pluss 1. Já, nú skulum aðeins tala akkur sjáum við þetta er plan og hálfkúla. Hér aftur erum við jöfnuformulina ax pluss by pluss cz er eftir 1, c er bara 0 og a og b er 1. Og hér þá þarf maður að þekka jöfnu kúlu. Og jöfna kúlu með miðji 0,0 og radius 1 er svona x jöðru pluss y jöðru pluss z jöðru eftir 1. Og sjáðu hvað gerist ef við einangrum z hérna í þessari jöfnu, þá fáum við pluss eða mínus rótina af 1 mínus x jöðru mínus y jöðru. Og hér er ég með bara plussrótina, ég er með öðrum orðum með bara þann hluta þar sem z er positíft, ég er með þann hluta á kúlunni sem er fyrir ofan x-y platið, þar sem z er positíft. Skulum pröfa að teikna. Tökum hérna kúluna og ég teiknaði kúluna í kúlunnitum.
kemur hér. Ég teikna þetta í kúluhnitinu, við hefum eftir að skoða setna hvernig kúluhnitin eru, en það er einföld leið einföld að nota þau til að teikna kúlu, svo henni er með helmingin af kúlunu, þetta er positív seta, ég er ekki búin að merkja hann inn á ásana, en seta ásin er þessi hér, svo skulum við teikna planið, það kemur þá hérna, og sjáum þegar kúla sker planið hérna, þá myndast svona hálfur hringur, og það er sem sagt ferillin sem við ætlum að lýsa, það er verkefni okkar. Og nú sjáum okkur fyrir okkur hvernig það er. Nú, við ráðumst í þetta verkefni. Ok, við erum með setar eftir þetta og x plus y eftir þetta. Ég ætla að sjá til þess að báðir jöfnur séu uppfylltar í einu. Ég ætla að byrja á að umskrifa en setu. Ég ætla að skrifa seta í öðru er jafnt og 1 mínus x í öðru mínus y í öðru. Svo þarf ég bara að muna í lokin að ég er bara með pósitífa setu. Og ok, ef að x plus y á að vera jafnt á 1, þá er það jafngildi að uppslunar að vera 1 mínus x. Og þá get ég sett þetta hér inn í jöfnuna mína og þá eru þær báðar uppfylltar ef svo jöfna er uppfyllt. Svo svona. Nú, svo tekið saman liðina hérna, set í öðru er jafnt og 1 mínus x í öðru mínus, og margfald upp á svegunum. Og allt í allt lenda ég með mínus 2x í öðru pluss 2x sér svona. Ok, nú horfum ég að þetta, ég segi set í öðru er jafnt þetta hér og ég er einhvern veginn að reyna að fara að stika þetta, ég er einhvern veginn að sjá hvernig sambandi er á milli x, uppslun og setu í stikunum minni og ég hugsa, já hvað erum við góðið að stika? Við erum góðið að stika hringi, við erum góðið að stika þegar við erum með eitthvað í öðru pluss eitthvað í öðru er jafnt einhver radíus í öðru. Þannig að bara ég geti einhvern veginn skrifað þetta á því formi. Það er voða gott. Þá hugsa ég, já, ok, get ég ekki einhvern veginn skrifað hérna, ég með set í öðru og ég get sagt, ef ég ætla að fá, ég tek tvistin út fyrir svega hérna, þá er ég með x í öðru mínus x inn í sveganum og hérna bara jafnt og 0. Þá hugsa ég, get ég skrifað eitthvað sem eitthvað í öðru pluss eitthvað í öðru. Þá þarf ég að fylla upp í ferningin í þessum hér. Og ég segi, ok, ef ég ætla að skrifa þennan hér sem x mínus eitthvað í öðru, þá þurft að standa hér hálfur, vegna þess að þá hef ég margfaldið upp úr sveganum, þá stendur x í öðru, sem er þessi hér, mínus 2 sinnum x sinnum mínus hálfur, pluss 2 sinnum x sinnum mínus hálfur, þannig að mínus x, sem er þessi hér, en svo kemur reyndar líka einn hérna pluss 1/4. Þannig ég þarf að bæta honum þá við. Og munum hérna er tvistur fyrir framann, þannig að hér er líka tvistur fyrir framann allt þetta. Þannig ég þarf að draga frá sem sagt hálfan ef þetta á að vera það sama. Sem sagt ef þessi hérna hluti á að vera sama sem þessi og sama sem þessi. Þannig að ok, umskrifum þetta. Þetta er jafnt og seta í öðru pluss 2 sinnum x mínus hálfur í öðru mínus hálfur er jafnt á 0. Ok, tökum að setja hérna út. Þá segjum við, ok, ég er svona að nálgast þetta. Ég ætla að taka hérna tvistin, ég ætla að margfalda með hérna 2 í gegn. Þá fæ ég 2 seta í öðru pluss 4 x mínus hálfur í öðru er jafnt og 1. Ég margfalda með 2 og legg hann við báðum einn. Þá get ég umskrifa þetta sem rótin af 2 seta í öðru pluss 2 x mínus hálfur og það í öðru er jafnt á 1. Þannig ég komið með eitthvað með setu í öðru pluss eitthvað með x í öðru er jafnt á 1. Og þá hugsa ég kann að stika svona fyrirbæri. Ég let x vera kósinuseta eða kósinustíða og uppslunum vera sínustíða og passa að stilla radíusin af með, radíusin hjá mér er bara 1. Þannig að ég segi, þennan hérna ætla ég að láta vera bara sínustíða. Skiptir ekki máli hvað ég tekið hvað. Og þennan hér ætla ég að láta vera kósinustíða. Þá fæ ég 2 jöfnur, ég fæ 2 sinnum x mínus hálfur er jafnt og kósinustíða.
og ég fæ rótin af 2 seta er jafnt á sínus af t. Svo einangra ég setu hérna í þessari jöfnu. 1 á móti rótin af 2 sínus af t og ég einangra x hérna í jöfnunni fyrir ofan. Ég fæ hálfur 1 pluss kósinus af t og þá ég eftir að ákveða hvernig upslón er. Upslón er þá, og ég skoða jöfnuna hérna, upslón er 1 mínus x, sem sagt 1 mínus hálfur sinnum 1 pluss kósinus af t og ég margfaldi búið svönum tek saman og þá er ég með hálfur sinnum 1 mínus kósinus af t. Þannig að stikurinn mín hérna verður r er á einhverju bili yfir í r í þriðja og gefur mér formúlunni r af t er jafnt og hálfur 1 pluss kósinus af t og upslón er hálfur 1 mínus kósinus af t og seta er 1 á móti rótin af 2 sinnum sínus af t og munið við viljum bara hafa seta positíft með. Það var jafna mín hér sagði að seta ætti að vera positíft, þetta er efri hlutin af hálfkúlunni og þannig að við erum bara að fara hálfan hring. Við erum allir heldur að fara t frá 0 og upp í pi, hvorki meira en í minna. Þá sjáum við líka að sínus af t er positíft. Þannig að þetta hér er stikuninn á skurðfellinum sem við teiknaðum og við skulum teikna hann með inn og séðan leðið ég búin að stika hann, þá er auðvitað að teikna hann. Hérna er bara formúlan fyrir x-hnitinu, upslónhnitinu og z-hnitinu eins og við erum búin að finna það. Og við séum hérna svarta línan er akkurat þar sem við mætast. Sér svona. Þannig að hugmyndin er í þessu, maður þeirra báðar jöfnur þurfa að vera uppfylltar og við kunnum að stika hluti sem er á þessu hérna formi, þannig að við reynum að breyta þessu í það og við förum ekki í neitt miklu flóknar heldur en var akkurat í þessu dæmi. Það er að fylla eins upp í ferningin og algebra svolítið, þá kemur þetta allt saman.